hérna, en þó börnin í Afríku var ekki hrædd þegar þau fá þetta sent. Okay. Call now 5626262. Já, komið sæl. Nú ég ein, eins og þið sjáið. Þá get ég loksins tekið eftirhermuna mína. Hún svona. Já, þetta nú bara gott að sofna svo mikið. Ég vil bara segja það. Ég vil bara segja það. Takk fyrir. Og Sveppi! Takk fyrir þetta, Unnur. Það var... Já, ég nú bara í vatni eins og en ég hérna komið með búban og þetta Juan, spænski kokkurinn. Hvað segirðu? Hola, fint. Skatti! Lækja flöskunni og þókið bara að drekka bein útsending. Ég bara fá mér í aðra tóna og ég hvet fólk heima til að gera slítið saman. Menn verða nefnilega svo anskoti gjafmildir þeir eru búin að fá sér þessi aðra tóna. Já, það er ég. Fá sér aðra tóna. Það gott að heyra. Heyrðu, hvað ertu með hérna fyrir framan okkur? Já, sko, málið er það mikilvægt að börnin Afríku vera nærð. Nú, allur íslensku matur eins og allir vita vera sangallar viðbjóð. Sérstaklega þorramatur. Nú, það sem við gera að við ætla að elda svið því hann svo næringaríkur fyrir börnin Afríka. En þó að börnin Afríka verði ekki hrædd fyrir sjálfsagt og ógeð, þá ætlum við að gera sviðina svolítið sæta. Nú, við byrja því að raka honum aðeins. Við setja fínu raksápu, svona. Nú, og svo taka við hérna smá sköfu. Það mig alltaf raka, þau koma sæt. Feliz Navidad. Var hún með svona mikið skegg, segirðu? Já, hún var full skeggjuð, eins og þú. Nú ætla við að þau koma sæt svo og svo ætla að gera hana algjört krút. Þá við setja pínu varalit á hana, svona. Já, frábært. Setja varalit, svona. Svo kom mikið krút, Sveppi. Lúli. Litla kindin. Já, litla kindin, rosa sæt. Og nú geta senda nú til Afríku og öll börnin fá að borða. Já, það ein kind alveg nóg. Já, það er fínt alveg fyrir eitt fólk, sko. En heyrðu, mér langaði svo að spyrja, hérna, ert þú heimsforeldri? Já, ég borga með börn út allan heim. Áttu börn út allan, hvað? Já, hættu, ég passi ekki upp á mín meðlög. Ég borga með börnin mín í Róm og Senegal og hér í Íslandi. Eins og segir í laginu, ég á 3 börn í Róm, 1 hér og 8 í Senegal og svo 5 í Guatemala. Ok. Takk að þið fyrir, heyrðu, svo ættir að aðeins að klára að raka kindina og gera hana sæta. Og svo senda hana út. Og senda hana út bara með DHL, en kæra áhorfendur, það er komið að Afríku. La. Yfir 15 milljónir barna allan heim hafa mist annað foreldri sitt eða bæði vegna alnæmis. Ekki einu sinni 10. hvert þeirra fær þann félagslega stuðning sem það þarf á að halda. Bak við þessar tölur eru andlit og sögur af einmana börnum. Þetta er saga 3 systkina frá Svasílandi. Selou Musa er aðeins 12 ára gamall og þrátt fyrir ungan aldur er hann höfuð fjölskyldunar. Hann hugsar systkini sín 2, Becky, 10 ára, og Velile, sem er 8 ára. Á hverjum degi ganga þau hljóðlega til verks, fæða sig og klæða og sinna öllum húsverkunum sjálf. Þau hafa komið sér upp sínu eigin kerfi, því það er enginn sem segir þeim hvað þau eigi að gera. Þau rífast ekki hver eigi að sópa eða kveikja eld. Þau gera bara það sem þarf að gera. Þrjú ár eru síðan Selou Musa, Becky og Velile mistu foreldra sína. Þau eru grafin skammt frá heimili þeirra
og systkinin þrjú fara reglulega og hreinsa af leiðinu og reyna eftir bestu getu að halda því snyrtilegu. En það svo margt sem minnir á foreldrana. Ekki bara leiðið og heimilið sjálft, heldur einveran sem umlykur tilveru þeirra núna. Þeir sögðu okkur að þau væru með kramp í maganum. Þeir sögðu okkur aldrei almennilega frá sjúkdómnum. Selú Músa viðurkennir að lífið sé erfiðara eftir að mammans og pabbi létust. Hann var aðeins lítill drengur þegar þau veiktust og 9 ára gamall þurfti hann bæði að glíma við sorgina og taka ábyrgð á heimilinu og litlu systkinum sínum. Eftir ég misti mömmu finn ég að það svo margt sem miklu erfiðara. Okkur stundum sagt að fara úr skólanum, fara aftur heim og fá okkur skólabúninga. En það enginn sem getur gefið okkur skólabúninga. Starf UNICEF í Svasílandi snýst að ná til ört vaxandi hóps munaðarlausra barna. Fyrir tilstilli samtakanna ganga Selú Músa, Beki og Velile nú í skóla og eiga von betra líf. Systkinin byrjuðu öll í 1. bekk í ár og nota sömu skólatöskuna. Af 50 krökkum í bekknum fékk Selú Músa hæstu einkunn í síðustu prófum. Beki var 4. hæstur og Velile 7. Ég vantar fleiri föt, en heitasta ósk mín að klára skólan og þegar ég verð stór ætla ég að verða kennari. Þegar Beki verður stór, ætlar hann að verða rútubílstjóri og Selú Músa og Velile segjast vilja verða kennarar. Þetta aðeins börn sem hafa sömu drauma og vonir framtíðina og íslensk börn. Þú getur hjálpað þeim og milljónum annarra barna sem búa við sömu örlög með því að hringja í síma 5 62 62 62 núna. Já, ég vil bara segja alveg svo ef ég væri 9 ára gamall þá hefði ég nú ekki getað hugsað neinn annan en sjálfa mig. Nei, þú varst líka heppinn. Já, það kannski rétt hjá þér. Ég þurfti ekki að strauja, ég þurfti ekki að vaska upp, ég þurfti ekki að gera neitt eiginlega. Nei. En eigum við ekki bara að sjá hvernig stelpum hérna út í bæ gengur að safna fötum úr fataskapnum sínum? Gerum það. Ég var að pæla, þú veist, ég að drukkna í draslið. Þú átt svolítið mikið dót. Mamma þarf náttúrulega bara ekki að eiga allt þetta dót. Ég var þess vegna bara til í að gefa bara allt og bara flytja okkur lítinn krullan bát og þú veist bara að sigla í umhverfis kringum heiminn, bara lifa á landsins gæðum og bara borða, þú veist, eplin á lynginu. Akkur gerum við það ekki? Málið náttúrulega að þú veist, maður þarf ekkert allt þetta dót, maður þarf ekkert að eiga allt. Ég meina, þetta, bara gefa þetta. En það veit til dæmis kannski einhver ekki út á landi að þetta sé farið úr tísku, þannig að... Nákvæmlega, það veit enginn hvað búið að vera tísku og... En þú veist, þetta eins og þessi til dæmis. Ég fór í hann einu sinni. Ég á aldrei eftir að fara í hann aftur og bara þetta sé ekki betra einhver njóta hans. Ertu vissum að tímir þessu? Ég meina, hann geðveikur. Og ég hef aldrei fengið að lána hann hér. Nei, já, gefum maður bara. Hann náttúrulega dálítið sparilegur og þú veist... Ég meina, eitthvað verið að fara á böll og svoleiðis? Nei. Þetta er skemmtilegt. Eða ég meina, þú veist, fólk kannski mestalega að fara bara eitthvað þorrablót eða... Já. Eða svona bingo, eitthvað. Já, eitthvað. Ekkert eitthvað svona glamorous. Æðislegur, ógeðslega sætur, ósámabólur með svona kind að ríða. Ógeðslega sætur á svona ungling. Já. Þú veist, bara... Íslendum eða bara á svona mjóan, lítinn ungling. Bara mjóan, já.
eitthvað með honum. Hérna. Ég veit. Fake Prada. Fake Prada. Hvað er þetta? Þetta er ógeðslega sætt. Jú, en heyrðu. En ekki einhver það sem passar upp á, hver passar upp á það að réttir hlutir fari, þú veist, saman með réttum hlutum? Heyrðu, ég veit, við merkjum þetta bara. Já. Bara þessi bólur verður að fara með þessar gleraugum, annars verður það bara ekki. Stór slys. Við merkjum þetta bara. Bara halló, kæri fátæklingur eða manneskja sem má minna mega sín. Vinsamlegast farið eftir þessum reglum, annars verður þetta hallærislegt. Og gleðileg jól og gott líf. Ok, flott, þá gerum við þetta bara. Þetta er bara svona, flott. Já, nema við myndum kannski ekki skilja það því þið skilja ekki allir íslensku. Ég veit, sundföt. Pottitt sundföt. Já, með stuðningi haldarunum. Að ég sá svona þá á National Geographic og það var sko enginn í almennilegum haldara. Ég meina. Þetta var bara, þú veist, það löppuð hann og voru bara, þú veist, við erum að bjarga mörgum konum frá því að vera herfilegar. Esta noche haremos el amor bailando. Tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón. Vamos a perder el control bailando. Que estoy caliente y ardiendo en pasión. Ég nenni ekki meir. Ég var spá. Það bara að máta því ég að fara, þú veist, í Kanaríum, bara máta. Já. Þetta er svo krúllegt. Nei, af því að, sko, ég vil ekki gefa eitthvað sem að þarf ekki, eða, þú veist, sem maður notar. Já, ok. Já, takk það. Esta noche haremos el amor bailando. Tu cuerpo es mío. Ok, kíkja sjónvarpið bara. Ég nenni ekki að fara að taka þetta til núna, sko. Nei, tjók. Líka svo lítið eftir að teku ég ætla að gefa þetta. Nei, ég veit. Gaman að hérna. Já. En, góðir landsmenn, það er búið að bæta við símalínum og þið þurfið ekki að bíða lengi, kannski 1 til 2 mínútur, þannig að haldið áfram og bíðið þið. Það er fólk á leiðinni uppbyttir til þess að svara ykkur ekki hætta að hringja, ekki gefast upp, ekki leggja árar í bát. En ef þið... Svo sko það reyður? Já. Svo sko ég myndi þetta? Já. Ok, áfram. Ef þið viljið vita hver er næstur á dagskrá, þá verðið að geta upp á því. Já, við ætlum að fara nefnilega alltaf skemmtilegan leik og vera með svona vísbendingar. Já, hérna fyrsta vísbending. Hann söng á sínum tíma Fjöllin hafa bakað í 1000 ár og líka stál og hnífur er með. Ok, ekki gefa upp á mikið. Nei, ok. Hann sagði einu sinni næsta lag að tileinka konunni minni Brynja, ég elska þig. Og glanstímaritið hér og nú sagði hann fallinn. Já, það er nú einhverjum fattur að fatta þetta núna. Nei, ég held ekki. Jæja, en hann gengur einnig undir nafninu Ásbjörn Mortens. Já, þarna gafstu pínlítið svolítið. Reyndar. Ég veit að það eru margir farnir að ókyrrast heim í stofu og hafa ekki græna glóru við hvernig átt. En við erum að sjálfsögðu að tala Bubba. B-U-B-A. Lífið stundum ljúfurinn leikur dægrin laun. Þú átt heiminn og híminn og vor kvöldin laun. Hjartað mitt, hjartað þitt syngja sama söng. Lífið stundum ljúfurinn leikur margan grá. Flestir fela hjartaðurinn og hafa ekki það hag.
hjarta þitt slá á sama hátt. Geislar sólar gleðja barnið í brjósti sérhvers mann. Þegar Guð sefur, vakir þú í draumi hans. Þegar Guð sefur, vakir þú í draumi hans. Lífið alltaf ljúfurinn leiðin aftur heim. Stund við áttum himininn og stjörnum prýddan geim. Hjartað mitt hjartað þitt og hjörtum rata heim. Geislar sólar gleðja barnið í brjósti sérhvers mann. Þegar Guð sefur, vakir þú í draumi hans. 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 Já, þetta var frumflutningur á þessu lagi hans Bubba og það heitir Þegar Guð sefur. Já, fallegt lag þarna á ferðinni, en ég var nú að veltaði fyrir mig hvort hún Edda þyrfti ekki á kuldaskóm að halda í, íslenskri veðráttu. Ég vona að henni sé eitthvað kalt á tánum. Edda? Heyrðu ykkur. Ég er komin hérna bara í ofurvenjulegt hús bara í miðbænum og er fullkomlega örugg, treysti mig til þess að spyrja ókunn fólk alveg hreint út hvort það sé að horfa á þáttinn og hvort það sé orðið heimsforeldrar og nú við höfum hitt greinilega á partí, hér er svolítið að gestum og allir farið úr skónum, þannig að nú bara banka ég fullkomlega eðlilega og alveg örugg með mig. Góða kvöldið, Sælvinur, vilt þú gerast heimsforeldri? Nei. Nei, myndirðu vilja kannski gerast heimssystkini þá eða? Nei. Nei. Ertu með kortanúmerið þitt, vinur, upp á bara, er eitthvað aldurstakmark í þessu? Nei, ég held ekki. Nei, fyrirgeð, þarna. Góða kvöldið, eru þið ekki örugglega að horfa á þáttinn? Jú, að sjálfsögðu. Er það ekki allir? Og eru þið heimsforeldrar? Já, við erum heimsforeldrar. Að sjálfsögðu. Búin að skrá, eru þið margfald? Margfald kenninni. Nú, krakkar, ég er dálítið að spáði hvort ég ekki bara fara inn og horfa á þátti með svo mikið af góðum atriðum og svona langa bara, ég held ég sé búin að fá nóga fólki til þess að gerast heimsforeldrar. Já, gerðu það bara, en þú eru svo komað líka niður til okkar, svona þegar framlíða stundir. Já, ég bara, ef ég aðeins svona, ég meina ekki fullt af atriðum og svona, ég vil ekki missa þessu. Já, alveg, skelltu þér í partí. Já, láttu þau hella upp á kaffi fyrir þig. Ok, heyrðu,
Aðeins bara rétt að fara með þeim inn og láta þau hafa nef. Ok, gjörðu þið svo vel, komið, heyrðu, hér er ég með einn. Hræbillett, 500 kall, rennur beint í góðan landa hérna. Já, hún Edda Björgvin sér vel dúðuð í íslenskri veðráttu. Jú. Rétt er það. En eigum við ekki að... Já, Óskar. Tekum Óskar, já. Kíkjum á Óskar. Skari Skribó. Ertu? Já. Heyrðu í okkur? Ég heyri mjög vel í ykkur núna. Ok, við erum að bíða eftir mynd hérna á skjáðan. Þarna ertu komin. Sjáðu mig. Já. Eigum við að reyna að ýta þér aðeins lengra býta aðeins? Svona sko. Þetta er búið grín, jæja. Hvað segirðu, Skari? Ekki ýta svona við mér. Ok. Já, það voru að bætast góðir hálsar hérna í hópinn. Já. Sólveig Bergmann og Ragga Gísla. Þær eru algjörir skóveitleysingar. Já. Stefnur, má ég sjá skóin ykkar? Ég var nefnilega að fá hérna sko niðurstöður úr nýlegri könnun á skókaupum íslenskra kvenna. Önnur hver kona á meir en 30 pör af skóm. Já. Og allar eru... Og þær eru bara með 2 lappir flestar. Já, nákvæmlega. Hvar er rökin á baku þetta? 8% kvenna á meir en 100 skópör hver. Sko, það er fullt af fólki búið að hringja hérna inn í kvöld sem veit að á Íslandi fær maður ekki nema kannski skóreimar fyrir 1000 kall. En í Afríku getur það verið heil skóversmiða. Nákvæmlega. En ég er með stóra fréttir hérna úr Skútuvoginum. Ertu með nýjar tölur sem sagt? Ég er með nýjar tölur. Ok. Söfnunin hefur gengið rosalega vel hérna upp á síðkastið. Í heildina eru komnir 1786 í kvöld. Þannig að heildartala heimsforeldra á Íslandi er 10.296! Og ég heyra brjáluð fagnaðaræti! Buxunum, Óskar! Viltu það? Já, ég held það. Ég er svona hálf feiminn, þetta er bæði orðið fatafellustaður og símavændishús. Við eigum það kannski inni. Já. Við skulum sjá hvort það hýtni ekki aðeins í kolunum. Já, við skoðum það. Takk fyrir þessa frábæri tölur. Takk. Glæsilegt.